Eins og oft áður, þá var mikið að vera í Káa-starfinu í liðinni viku og hefði við leik í handboltanum. Káa vann ungmennalið Vals 26-22 í lokaumferð Grill 66 deildarinnar. Áki Eiríksnes á markaðastur með 9 mörk og Sigþór Gunnar Jónsson gerir 6. Framundan umspil laust sæti í efstu deilda ári og Káa-liðið með heimaleikarétt í þeirri baráttu en liðið leikur næst 21. apríl. Þróttur og HK keppa næstunni hvort liðið mætir Káa í umspilinu. U20 kvennalandslið Íslands tryggði sér helgina sæti á HM í sumar með flottum sigrum á Litáen og Makedóníu. Í liðinu eru þær Ásdís Guðmundsdóttir og Aldís Ásta Heimisdóttir, leikmenn Káa Þórs, og óskuðu þeim ásamt öllu liðinu til hamingju með áfangan. Í blakinu unnu deildar og bikarmeistarar Káa afturheldingu 3-1 í þriðja leik liðana í undanúrslitum Missúnudeildar karla á mánudaginn. Leikir liðana hafa verið jafnir og flottir en Káa leiðir nú einvígið 2-1 og þarf því aðeins 1 sigur í viðbót til að komast áfram í úrslitaeinvígið. Næsti leikur liðana verður 4. apríl í Mosfellsbæ. Kvennalið Káa féll hins vegar úr leik eftir 2 töp gegn Stjörnunni. Garðbæingar unnu fyrri leikinn 3-0 en í þeim síðari tókst Káa-stelpum að knýja fram oddahreinu eftir að Stjarnan hafði komist í 2-0. Það dugði því miður ekki og Káa-liðið komið í sumarfrí. Íslandsmeistarar Þór Káa unnu FH 3-1 í boganum en með sigrinum tryggði liðið sér sæti í undanúrslitum Lengjubikarsins. Margrét Árnadóttir, Anna Rakel Pétursdóttir og Hulda Ósk Jónsdóttir gerðu mörk okkar liðs. Í vikunni kemur í ljós hverjir mótherjar liðsins verða í næstu umferð. Vormót Júdósambands Íslands var haldið í Káamýlinu á laugardaginn og var keppt í 8 mismunandi flokkum. Keppendur á vegum Káa unnu sigra í 4 flokkum og voru það Hekla Pálsdóttir, Alexander Heiðarsson, Dofri Bragason og Helgi Guðnason. Júdó kom aftur inn í Káa nú í vetur og var mikil ánægja með mótið helgina. Aðalfundur knattspyrnudeildar Káa verður haldinn í Káamýlinu á þriðjudaginn kl. 20:00. Hvetjum áhugasaman til að mæta. Næsta vika er óvenju róleg enda páskar framundan. Það er þó stórleikur í fótboltanum þegar Káa tekur með Grindavík í undanúrslitum Lengjubikarsins á Káavellinum á Skírdag kl. 14:00. Strákarnir unnu alla leikinn í riðlakeppninni og ætla sér í úrslitaleikin. Hvetjum að sjálfsögðu alla til að mæta og styðja liðið til sigurs. Það var ekki fleira að sinni, takk fyrir áheyrnina og áfram Káa!